Velkomin, við ætlum henda okkur beint út í afar sérstaka og grípandi frásögn í dag. Við erum að fara í bókmenntalegt ferðalag sem fléttar saman tveimur gjörólíkum heimum, sögulegum geimleiðangri og skammvinnri en bókstaflega logandu heittri stafræni rómantík. Við munum skora nákvæmlega hvernig þessi tveir ólíku þræðir mætast og skapa í sameiningu eina sterkustu myndlíkingu sem við getum fundið fyrir mannleg samskipti í nútímanum. Byrjum þetta. Getur list raunverulega að skapa ást á milli tveggja algjörlega ókunnugra einstaklinga? Þetta nákvæmlega stóra spurningin sem drífur þessa frásögn áfram. Kynnumst Antonín Vltavček, 27 ára tékkneskum rithöfundi. Hann stendur frammi fyrir svakalega heilandi tilgátu. Getur hann, eingöngu með krafti lista sinnar og sköpunargáfu, framkallað ást hjá mannesku sem hann hefur aldrei augum lítið? Antonín hefur engan áhuga að velta þessu fyrir sér í einhverju heimspekilegu tómarúmi. Nei, hann vill sanna þetta í raunheimum. Hann nennir ekki einhverjum blekkingum eða fantasíum, hann krefst svara beint úr raunveruleikanum. Til að setja þetta allt í samhengi þurfum við að skoða sögulegan bakgrunn sem lítar sögun okkar gríðarlega. Antonín sem sagt að lesa serbneska dagblaðið í Spólin þann 2. apríl árið 2024. Það rekst hann á grein geimfarið með Nera 3 MV1 en því var skotið á loft nákvæmlega 60 árum áður. Þetta geimfar náði ótrúlegum árangri og komst alla leið til planetunar Venusar. En, og hér kemur stóri punkturinn, á nákvæmlega sama andartaki og það náði áfangastað, rofnaði sambandi við jörðu að eilífu. Þetta sögulega og eiginlega frekar sorglega augablík verður að algjöru leiðarljósi fyrir atburðina sem við erum að fara að skoða. Hoppum núna til þessa sama dags 2. apríl 2024. Við erum stöddinni á frekkar hversdagslegum serbneskum veitingastað sem ber hið virkilega kaldhæðnislega nafn Andlitslási Amorin. Antonín situr þar komin í gríðarlega djúpt nánast oflætiskent ástand. Hann hættar horfa á blaðið og starir bara fram fyrir sig eða öllu heldur djúpt inn í sjálfan sig. Hugurinn algjörlega heltekinn af þessari hugmyndum listina og ástina. Þannig að hann tekur upp síman, opnar Instagram og ákveðir einfallega að hefja þessa klikkuðu, rómantísku og sálfræðilegu tilraun þar og þá. Antonín byrjar að renna yfir skjáin og hann beitir hárnákvæmu greinandi ferli. Hann ekki bara að skoða eitthvað af handaháfi. Augu hans staðnamast við prófíl konu að nafni Inna Vukic. Hann byrjar að pæla í smáatriðunum. Hún 30 en geislar bókstaflega af freskleika 25 ára gamlar konu. Hann sér í henni þessa rosalegu, náttúrulegu orku. Hún eins og fallegt villablóm í hafi af ofursrútpeldum gardblómum. Og svo tekur hann eftir klæðnaðinum. Hún mjög einfaldlega klædd. Í hans huga það merki algjöran og raunverulegan glæsileika. Vegna þess að þegar fötin ekki að öskra á athygli þá fær mannsálin og andin að skína. Að hún sé með fáu fylgjenda á samfélagsmiðlum undirstrykar bara fyrir honum að hún sé með eitthvað dýpra og fágaðra í gangi. En sjáum þessa gríðarlegu mótsögn sem skapast hérna. Antonín situr þarna umkringdur efnislegum raunveruleika veitingastæðarins. Það svakalegur bakgrunnsháði í gangi, heimur sem fullur af óreiðu og yfirborðsmennsku, en leið og hann beinir allri athyglinni niður á skjáin, hann allt í einu komin inn í þetta hreina, nána rými sem einkennist af nánast fullkomni stafræni þögn. Þetta verður svona atvarf þar sem hugurinn ræður ríkjum í marga kílómetra fjarlægð frá skarkala hversdagsins. Til að gera þennan bakgrunnshávaða aðeins meira lifandi skulum við skoða aðeins brot úr því sem hann að hlusta á sér til flíðar á veitingastaðnum. Hann heyrir unga konu, Adelín, rakka niður markmið kærasta síns. Hún fullyrðir blákalt að draumar séu alveg einskis virði ef maður á ekki falleg föt og dýra bíla. Svo á hínum borðinu heyrum við eldri menn kvarta sáran undan spillingu stjórnmálamanna. Þeir ganga svo langt að líkja þeim við lækna sem myndu frekar aflima sjúklingana sína en að reyna að lækna þá. Svo toppar þetta allt saman ungur maður sem sittur og skipuleikjur kalda hefnd. Hann ætlar sér að verða ríkur og fullkomin í útliti bara til þess eins að geta hafnað nákvæmlega þeim konum sem höfnuðu honum í fortíðinni. Þetta umhverfi alveg ofboðslega kalt og raunamætt, það ekki? Eftir að hafa hlustað á þetta áriti hefur Antonín alveg fengið nóg og hann ákveður að taka stökkið. Hann hristir á sér allt hik og yfirstígur þessa stuttu sekundu af djúpri skömm sem fær oft áður að maður gera eitthvað svona. Með bókstálar skjálfandi fingrum sendir hann eitt örstutt skilaboð beint á Inmu varðandi mynd af bók sem hún birti. Skilaboðin einföld. Hefurðu lesið Svarta obeliskin eftir Remarque? Bara eitt lítið skilaboð. Það allt sem þurfti til að hefja þessa stóru tilraun.
Og viti menn, svarið kemur nánast strax. Frá allra fyrstu sekundur skapast einhver undraverð dýpt á milli þeirra. Það kviknar í hröðum, nánast vímukendum vitsmunalegum samræðum. Inna segist verið að lesa Colleen McCollio og elski Louisa May Alcott, en áður en við vitum af samtalið komið út í djúpa greiningu á George Orwell. Þegar þau eru að ræða sorglegu orðlög hans og þennan hæfileika hans til að sjá fyrir hnignum menningarinnar, skýtur innanfram algjörlega frábæri samlíkingu. Hún segir að Orwell sé eins og hvítuglettarni í Dover, kennileiti sem getur auðvitað bjargað sjómönnum en leið kostaða lífið. Það verður alveg ljóst strax þarna að hún engin venileg manneskja. Antonin tekur auðvitað þessum bolta og mætir þessari dýpt með sinni eigin heimspeki. Hann byrjar að útskera hvernig geymir bókina Júlíu eftir að sá upp í hillu heima alveg ólesna. Og af hverju? Jú, vegna þess að hann þarf ekki að lesa hana lengur. Hann segist sjá þessa stóru algildu hugmyndir endurspeglast allstaðar í raunveruleikanum, bara dagstælega. Hann lítur á sjálfan sig sem gísl mikilra hugmynda og stóra tilfinningar. Þetta mjög djúpt og auðvitað alveg í takt við þessa episku tilraun sem hann að framkvæma. Skoðum þá aðeins hinn raunveruleikan í þessari jöfnu, veruleika innu. Hún opnar sig og afhjúpar eigin sögu. Hún sem sagt læknir, starfandi á Ítalíu, fjarri sínu eigin heimalandi. Og samræðuna dýpka alveg svakalega þegar hún fer að lýsa reynslu sinni í miðjum heimsfaraldrunum. Hún varði endalausum einmanalegum nóttum inn á smittsjúkdómafdeild, horfandi upp á fólk missa lífið á einu andartaki. Þessi rosalega nálað við dauðan breytti henni. Það færði henni þá lífssýn að lífið sé svolítið eins og að sitja í lest á teinum. Allt meira og minna fyrirfram ákveðið og við höfum mjög lítla sem enga stjórn á því hvar við lendum. Þessi tregafulla melankólía hennar grípur Antonin alveg heljartökum. Og hér komum við að nákvæmlega hápunkti tilraunarinnar sjálfrar. Antonin veðjarið öllu á eitt og sendir henni nokkrar við smásjónum sínum. Eftir bara rúmlega 10 mínútana lestur svarar inn á honum alveg heitluð. Hún finnur eitthvað alveg einstakt við skrifin hans. Hver einasta lína sem hún les virðist breiða þessa köldu rökhyggju hennar niður og í staðinn kemur ekkur brennandi áköf atán á huga hans og sál. Antonin finnur nákvæmlega á þessu augnablikki að orðin hans eru að vinna sína galdra. Hann bókstaflega að skapa ástur engu öðru en reini sköpun. Árangurinn orðin gjörsamlega ótvíræður. Antonin hefur meira en náð markmiðinu sínu. Hugsum í það. Þrátt fyrir algjöra líkamlega fjarveru, þá hann að upplifa ósvikna hamingju og gríðarlega tilfinningalega náleið við mannesku sem hann hefur aldrei mætt í raunveruleikanum. Þau hafa skapað djúpstætt persónulegt tengsl og ringu bara með því að nýta kraftin í orðunum og listinni. Þessi sköpunargafa brúaði allt bilið á milli þeirra og bjó til þessa ótrúlega nánd. En eins og við veitum, stundum springa hlutir sem rísa of hratt. Eftir alla þessa áköfu gleði fyrstu klukkustundina þegar eitthvað mikið að breytast. Þegar öðra klukkustundin rennur upp, tekur hann eftir því að Inna ennþá tengd, hún á netinu, en hún hættir algjörlega að svara. Það verður bara algjör deyðaþögn í staðan fyrir eldheitustu samræður í heimi. Og þegar við komum að 3. klukkustundinni orðið fullkomlega ljóst að þetta orðið að varanlegu merkjatapi. Á aðeins nokkrum örfáum klukkutímum fló hann upp í vímu hins dýsta skilnings, beint niður í botnlausa ömurð og gjörsamlega týnd samskipti. Hér lokast nefnilega hringurinn og samlíkingin smellir saman við hráslagalegan veruleikan. Antonin kippist við, lítur aftur á dagblaðið þar sem það liggur á borðinu og horfir beint á greinina geimfarið Venera 3 MV1. Þá slær það hann. Þetta nákvæmlega það sama. Hann og Inna endurspegla ferðalag geimfarsins alveg upp á hár. Þau ferðuðust ótrúlega rætt, náðu sínum áfangastað sem var þessi hrein og tær tenging, en á því andartaki sem þau komu á leiðarenda hvarf merkið og sambandi rofnaði að eilífu. Þetta var ofboðslega raunverulegt á meðan það var varði, en svo var þetta bara horfið út í myrkrið eins og eitt lítið blossi. Sem leiðir okkur að lokapunktinum okkar í þessari yfirferð í dag. Antonin drekkur upp prestina kaffinu sínu og komst að þessari einföldu en ísköldu niðurstöðu. Að fá ekkert svar líka svar. Og þetta leitur okkur virkilega að staldra við. Þetta dregur upp svakalega skýra mynd af nútímanum. Það svo auðvelt að tengjast fólki í dag en á sama tíma þessi stafræna nánd svo fáránlega brothætt. Það auglust að list og orð geta skapað ást og tengingu í gegnum skjáin, en stóra spurningin sem brennur eftir hversu lengi getur sú ást raunverulega lifað. Það merkið á það til að rjúa nándina eilífu bara á einni lítli sekundu. Takk kærlega fyrir að fylgjast með.